hornið fer í rauninni bara upp í 10-15 metra hæð á mjög stuttum tíma, bara á einhverjum sekúndum. Ég býst í rauninni bara við því að ég sé að fara að sjá, ég veit ekki hversu mörg börn deyja fyrir framan mig. Ólafur beið við kastalann á meðan Árni sonur hans fór í hann. Árni, sem spilar með Val, fór í kastalann á millileikja eins og svo margir aðrir keppendur á N1-mótinu. Ólafur áttaði sig samstundis á því hversu alvarlegt slysið var og hljóp strax inn í kastalann til þess að reyna að finna Árna. Ég hleyp inn og stekk inn hægra megin við hann, kastalann. Og þá er það fyrsta sem maður tekur eftir eru börn sem öskra á hjálp. Það eru í ykkur svona skál sem ekki hægt að labba út og þarfst eiginlega að hoppa yfir það eða klifra yfir það. Og þar eru börn sem vantilega hafa flogið og lent í kastalanum og reyna að hjálpa þeim yfir, kem þeim yfir hennan hjall. Þau voru það þjáð að þau gátu ekki hoppað yfir, þannig ég hjálpa þeim yfir. Svo taka á móti mér bara fleiri börn sem eru bara stjörf og hræðslu. Ungur strákur sem maður eftir, alveg stjarfur. Þegar fleiri foreldrar voru komnir inn í kastalann til aðstoðar, hélt Ólafur áfram að leita að Árna. Ég hleyp allan hringinn á kastalanum og þar eru öll börnin farin út. Og ég veit ekki, hef ekki séð, strákurinn minn hvergi sjáanlegur. Þannig að þegar maður hleypur inn þá sér maður alla þessa blásara, stórir blásarar, 20 kílóa blásarar liggjandi þarna út allt. Maður hugsa með sér að fer í gegnum hausinn á manni, hvað ef að strákurinn mér sé undir einum svona.